Kristinn, já, þetta var aðeins öðruvísi. Já, langt síðan þetta hefur gerst að Njarðvík vinni svona stórt. Ég ætla að manna ekki eftir síðasta sigri sem Njarðvík hefur vunnið svona stórt, en þetta er bara ógeðslega gaman eins og maður sá í dag. Við vorum að spila saman og varnarleikurinn var bara upp á 10. Þú veist, við skorum 2 stig í fjórða leikluta og 52 stig í heildina. Þú veist, þannig að þetta er eitthvað sem við erum búin að vera að vinna með bara síðustu vikur, að reyna að bæta varnarleikinn og sóknarleikurinn kemur með því og það er bara það sem sást í dag í leiknum. En já, þú settir svolítið svona teistið á þessu þannig í byrjun leiks með að raða niður fristumana og setja alla á vítalínunni og svo bara hélst áfram og í raun og var allir sem kom inn á bara. Þetta, ég meina, þú veist, ég náði að hitta upp vel og mér leiði vel, þú veist, ég var bara tilbúinn að spila minn leik og allir í liðinu líka og þetta er náttúrulega ekki bara ég, þú veist, þetta eru allir strákarnir, þú veist, við erum að senda saman boltan á milli, þú veist, við erum ekki bara eitthvað einstaklingsframlag, þú veist, við erum að dræfa, kikka, auka sending, þetta skiptir svo miklu máli og það er líka bara rosalega gaman að spila þegar við erum að spila saman og örugglega miklu skemmtilega að horfa á það. Núna, já, erum við búin að sjá bara 3 góða sigra bara í röð. Það er prófraun á útivelli í næsta leik. Það er náttúrulega bara risa leikur og við höfum bara byggja á því sem gerist í dag og í síðustu ferð sko og bara halda áfram okkar braut út af því, þú veist, við erum búin að vera að æfa frábærlega núna örugglega síðustu 2 vikur og stefnum á að fara miklu hærra heldur en við erum núna. Þú veist, okkur langar í þú veist, háa hluti þennan vetur og við ætlum okkur það. Takk fyrir þetta, Kristinn, og gangi ykkur vel. Takk fyrir.